Fjármagnstekjuskattur er lagður á eignatekjur fólks, eins og vexti, leigutekjur, söluhagnað og arðgreiðslur. Þannig í dag er 22% og er hækkað úr 10% á innan við 10 árum. Þar með talið 2% stig síðustu áramót. Árið 2017 námu tekjur ríkissjóðs af fjármagnstekjuskatti 36,5 milljörðum króna. Hvers vegna er skattur af fjármagnstekjum hærri en af launatekjum? Í fyrsta lagi er þegar búið að greiða 20% tekjuskatt af hagnaði fyrirtækja auk annarra skatta þegar einstaklingur greiðir skatt af arðgreiðslum. Í öðru lagi tekur fjármagnstekjuskattur ekki tillit til verðbólgu sem rýrir virði undirliggjandi eigna. Í ýktu dæmi en sögulega nærtæku, þar sem verðbólga er 20% og vextir 10%, hefur raunverulegt virði eða kaupmáttur 100.000 króna innistæða á bankabók rýrnað 8% eða sem nemur í að fylla hann út á næstu bensínstöð og þá eftir að greiða fjármagnstekjuskatt upp á 2.200 krónur. Smelt á hlekkinn til þess að lesa skoðun viðskiptaráðs fjármagnstekjuskatt.